Jón, 5-1 tap hérna upp á Skaga á þínum heimaslóðum. Bara, hver þín fyrstu viðbrögð? Ömurleg, bara hræðilegt í kvöld. Hvað klikkaði í dag? Var þetta þreyta eða voru mönnum bara litlir í sér? Ég held að ég bara á ekki útskýringu á því, ég bara er orðlaus. Nei, á ekki við getum ekki skýlt okkur bak við þreytu, það var helmingurinn af liðinu í kvöld var ekki að spila leikinn á síðastliðin fimmtudag, þannig að bara hugarfarið í dag var bara hræðilegt. Mér fannst bara Skagamennir gjörsamlega hlaupa yfir okkur og gerðu það vel og ég bara óska Skagamönnum til hamingju með sigur, hann fyllilega verðskuldaður og þeir gerðu þetta hrikalega vel en við reyndum ekki einu svona svaraði og mér fannst Skagamenn gerðu vel að setja boltana aftur fyrir okkur og annarkvort komast í þau hlaup á bakvið okkur eða vinna seinni boltana og þeir unnu þá nánast undantekningarlaust vegna þess að við bara hlupum ekki tilbaka og það voru bara, þú veist, grunngildi sem voru ekki í lagi og við mættum bara ekki í þau og því fór sem fór. Liðið hefur núna fengið 10 mörk á sig í síðustu 2 deildarleikjum. Bara, hvernig meitirðu varnarleikinn og hvað þarf að breytast bara sem fyrst? Já, ég held að sé ekkert að taka varnarleikinn eitthvað út úr þessu. Ég held að það sé bara þetta að menn voru bara ekki tilbúnir að leggja í leikinn það sem þurfti í þennan leik vegna þess að þetta var ekkert sem átt að koma okkur á óvart. Við vissum að Skagamennir myndu vilja byrja leikinn af miklum krafti og hæla okkur og vitandi það að við erum á milli Evrópuleikja og þannig að það er ekki eins og það hafi komið okkur eitthvað í opna skjöldu eða hafi átt að gera það allavega en við vorum bara engan veginn tilbúnir í það í dag og hvort að menn sé að spara sig eða hlífa sig eða whatever og bara ótrúlegt. Núna eru þið komin í fallbaráttu, bara fallbaráttu komin í háa loft, bara hvernig lítur á það? Já, bara grafalvarlegt ef þetta er stemningin að þá erum við ekkert að fara að vinna en leikinn neins staðar, það er alveg ljóst ef þú ert ekki tilbúin að leggja neitt í leikinn þá færðu enga niðurstöðu því, það segir sig bara sjálft. Ertu mjög áhugafullur stöðuna á liðinu? Ég bara er eins og ég sagði áðan, ég er bara orðlaus. Núna er Daniel Finn sagður ósáttur, bara hvert er þitt take á það? Þú bara spyrja hann að því. En Ylfs núna næst, hvernig lítur þann leik núna í Evrópu? Verkefnin ykkar? Já, við mætum allavega út hvíldir í þann leik og þannig að ég held að ég tel okkur eiga góða möguleika í því ef við nennum því. Herru, takk hérlega, gangi vel. Takk.